þegar þú gerir svona, ferð í A, veitu, og ferð svo í ég veit þetta er live, það er enginn á það. Halló, live. 3900 segir það. Taktu væpaðan, zoommaðu bara inn á A, breyttu væpaðan á A og heldur væpaðan að set og segir 3900 og sleppur þá segir það A og helst í 3900. Það er bara reyndar ættum að tengja þetta með honum. Já. Það tengja í bílina þarna, þetta er ekki hljúfur. Jú. Vandamáli að það kemur í hvernig mixer bara nefndið að læra. Ég er hérna að tala og þetta er Jóhannes og við erum að fara í íshokkeyleikinn.
Það verið velkomin á leik SFH og Fjölnis. Þetta verður, já, bara frekar spennandi leikur býst ég við. Ég heiti Baldur og ég ætla að vera að lýsa þessum leik fyrir ykkur hérna í kvöld. Þetta fer allt að hefjast hérna eftir örskamma stund. Og puckdropið kemur og það Fjölnir sem ætlar að vera fyrst á puckinu. Úlfar hann að snemma upp, nær að vinna hann. Viggo kemur í góðri pressu, vinnur hann tilbaka. Þarf að reyna að spila honum eitthvað, kemur hann upp á blálínuna á Viktor. Tekur skotið og fer rétt fram hjá Radek hérna í markinu. Nú það Hafnarfjörður sem ætlar að reyna að vinna hann upp og taka chipið langt út. Rising hérna. Strax flott pressa hjá heimamönnunum. Komið snemma. Hafnarfjörður vinnur face-offið í sínum enda. Fyrir að vinna hann út. Hendur að vinna langt upp og Kotti eftir og eftir. Andri hérna í horninu og missir aðeins jafnvægið. Sendingin fullir upp á toppinn en skoti fyrir aðeins vít. Andri róa niður spilið. Hafnarfjörður hægt með pressuna en koma hérna með nýja leikmenn inn á og Leridon kominn á fulla ferð. Magnús Sláran á honum hérna á bláu línunni, kominn út og Pétur ætlar að reyna að vinna hann áfram en það gengur ekki. Falur nær að chippa honum inn. Hilmar í harðari pressu þarna en Hafnarfjörður kemur með hann hérna upp. Pétur á kantinum. Þarf að reyna að finna sendingun inn en Nikita setur hann út. Prófar tekur á móti. Ætlar að taka líkamann en missir af pucknum hann í leiðinni. Getur verið hættulegt ef Viktor Jan fyrir fram markinn nær að stoppa. Það er Hjalti, setur hann djúpt. Leridon tekur á móti hérna hinum meginn á bakkanum. Það að snúa sér einhverja hringi í varnarsvæðinu og býð eftir einhverjum að opna sig. Það gerir Hector en missar hann síðan strax aftur. Hafnarfjörður byrjar uppspilið. Egill setur hann djúpt. Viktor tekur á mótunum og ætlar að reyna að finna einhverju sendingu eða eitthvað ekki. Freyr nær honum en strax Hjalti kominn í pressuna og nær að vinna tilbaka en Freyr kemur pucknum djúpt. Hafnarfjörður kominn í uppspilið en Viktor enda með hann enda bláu, finnur Hector. Hector skýtur hann inn. Aftur ætla Hafnarfjörður að reyna að koma honum út. Reyna fyrir sendingun yfir, Viktor flottur hann að halda þessu úti. Hafnarfjörður á kantinum, Gummi stígur í hann. Gullu setur hann djúpt. Jón upp á Sölva, finnur löngursendinguna yfir á Drú en nær ekki alveg að taka mótunum. Nær hann svona djúpt. Enn og aftur fyrir að Hafnarfjörður að ná pucknum út. Þarna finna þeir góða sendingu en það er dæmt offside. Hafnarfjörður næstu kominn einn á móti marki en hann var sendt og hann var kominn inn í svæðið á undan pekkinum. Og að því að þetta var sending þá stillum við okkur upp þar sem sendingin var tekin, ekki á face-off-punktunum venjulega. Við myndum vanlega að taka þetta. Það eru Fjölnir sem vinna og Viktor Jan setur hann strax djúpt. Það reyna að ná honum út en Martin grípur hann hérna. Viggo setur hann síðan upp á Andri Það reyna að finna skotið að hann skoppa lengst upp í þak. Strax snemma í þessum leik Fjölnir komið með svolítið yfirgerandi pressu hérna
og vinna enn eitt face-off eða hvað Kotti hérna sterkur og nær honum upp. Við spilum honum hérna út og nær ekki sendingunni tilbaka. Halda honum inni. Viktor ætlar að vera fyrstur í þetta eða hvað Kotti tekur líkamann og fellir hann niður. Björn þarna reynir að setja fyrir markið. Bökkurinn skoppa frá. Hafnarfjörður halda áfram pressunni eða hvað, já, Viggo þarna nær honum út. Finnur hann síðan tilbaka á andra. Ætlar að reyna að finna sendingu tilbaka en hættuleg sending og Steinar nær honum. Þeir halda þarna áfram en gengur ekki betur. Viggo niður í horninu, setur hann upp á Martin. Martin kemur með hraða. Setur hann bara niður. Hafnarfjörður til að ná honum út. Gera það. Og halda áfram. Spila honum inn. Nú skjótar hann upp fyrir markið. Pétur hérna sendur hann upp á bláu. Skotið. Nikita grípur hann. Vel gert hjá Hafnarfirði þannig að ná góðri pressu. Martin bara nær sér í mjög góða skiptingu, setur hann bara djúpt og Hafnarfjörður sterkur á pressunni núna eftir þetta seinasta flaut. En Fjölnir vinnan í face-offinu og Viktor hérna nær honum upp á Hilmar. Hilmar finnur löngu sendingana yfir hérna á Don. Hann ætlar að reyna að setja hann inn í miðjuna en nærði ekki. Don setur hann samt á markið. Hilmar hérna finnur sendinguna upp á Viktor. Viktor reynir að fara niður en Heiðar tekur á móti. Eftir að Don hérna. Missir hann á bláu, hættulegt þarna og Pétur er kominn í gegn. Prófar nær að halda á mótorum og Leridon stoppar þessa sendingu með killunni. Það reyna að póka pökkinn handa frá honum en fær hann svo aftur tilbaka. Viktor niður á Jón. Og taka sinn tíma. Sendingi kemur hérna. Reyn nær ekki alveg að finna pökkinn. Hafnarfjörður líka í einhverju vesenni með breakouti sitt. Viktor þarf að reyna að finna hann út en dómarinn handa fyrir. Hafnarfjörður vinna tilbaka. Spilum minnu. Ævar á bláu línunni setur hann bara beint á Nikita. Og Jón tekur á móti honum. Finnur hann upp á Frey sem setur hann alla leið niður og Viktor Jans sem stendur fyrir bak við markið. Tekur sinn tíma, róa spilið niður. Gefur tíma fyrir skiptingar. Úlfar hérna. Nei, þetta er Andri, hann setur hann djúpt. Martin tekur á móti honum alla leið hinum megin. Fyrir hann aftur yfir á Viggo. Viggo með skotið en blokkað þarna. Og Radek nær að frysta pökkinn. Fjölnir mjög lengi að byrja þetta breakout en þegar það kom þá gekk það mjög vel. Komið pökknum á markið en Radek sterkur og nær að frysta hann. Hafnarfjörður vinna face-offið. Sterk pressa hérna hjá Úlfari. Það er að reyna að vinna tilbaka. Steinar setur hann í vegginn. Vinnur hann hérna á hlífar. Spila honum upp. Finnur Kotta. Það er að reyna að keyra djúpt. Það er ekki dettur við að Hafnarfjörður ennþá með hann. Finnur Kotta bak við markið. Taka sækúl. Reynir að hreyfa vörnina aðeins en Andri er sterkur og nær þessum pökki út og Martin ætlar að vera fyrstur í hann. Nærði ekki Gabriel hérna. Hafnarfjörður byrja uppspilið. Missa þessari sendingu. Það er icing.
Fjölnir vinna feysufökin. Leridon ætlar að labba bláðlínu og setur hann ennþá inn á markið og Hilmar næstu með hann inn. Hafnarfjörður ætlar að reyna uppspilið en Viktor tekur á móti og sendur hann yfir á Fal. Falur hérna, kemur hann inn. Ævar hérna á hliðaveggnum ætlar að reyna að koma honum út og gerir það. Kemur hérna á flegiferðinni en puckurinn enda djúpt. Flott þarna hjá Hróari, rétt svo nær að breyta stefnuna á þessari sendingu þannig að hún fari ekki beint á bara á markið. Ævar hérna frá skautunum alla leiðina í gegn. Reynir að finna sendinguna upp og gerir það. Skotið kemur af bláu en blokkaði niður og hérna Gunnsteinn kominn á ferðina. Rétt missir af þessum puck. Gummi grípur hann hérna bláu, tekur skotið en rétt framhjá. Viktor finnur sendingunni í miðjuna og Gummi hókar hann bara frá sér. Icing, já. Enn og aftur ætlum við að stilla okkur niður í varnarsvæði Hafnarfjarðar. Sýnist mér það hafa verið, ég veit ekki hver vann þetta en það var einhver nálægt í þarna Fjölnir að skora en fá puckinn úr þessu krafsi þarna. Skotið kemur en Radek nær að vera hann upp í netið. Hafnarfjörður vinna face-offi hérna. Í sínum vandnáðsvæði en Úlfar með sterka pressu og vinnur puckinn tilbaka. Ætlar að reyna að búa til eitthvað spil en nær ekki. Og Viggo þarna er felldur og það er dómur kallaður. Það er þá Fjölnir í powerplay þegar Björn Sigurðsson fer í boxið í 2 mínútur fyrir hooking. Fjölnir fær að reyna á powerplayið. Og vinna puckinn. Viktor á línunni. Finnir Úlfar, ætla að taka þér róla, ætla að færa þessum vörn. Jan hérna bláu, sendir hann yfir á Martin. Eftir yfir á Jan. Tekur skotið og skoppar upp í netið. Radek hérna setur killuna fyrir og það er farið upp. Fjölnir reynir aftur. Ætlar að halda sömu línuna inn á en Hafnarfjörður vissulega að gera skiptingu. Aftur vinna Fjölnir puckinn. Aftur gera það sama. Niður á Úlfar, niður á Viggo. Yfir á Martin og Martin tekur skotið en Radek er tilbúinn fyrir því. Veit á Martin anda hinum megin. Önnur powerplay lína Fjölnir að koma inn á. Ætlar að fá að reyna á sitt powerplay.
vinna hann enn og aftur. Hilmar. Og Leirdón. Alla leið yfir á Andra. Aftur á Leirdón. Niður. Reyna að finna hann upp en Don ekki tilbúinn. Kotti ætlar að vera fyrstur í þetta og sem hann en leggst þarna niður og Andri fer í hann. Fjölnir reyna að vinna hann hérna upp. Skotið lengst aftur inn. Það er flautað. Meiddur maður inn á. Alex Kotasek kominn aftur á fætur. Hann höldrar hér út af með aðstoð liðsfélaga sinna og já. Fjölnir fá ennþá 52 sekúndna dóm. Hugsa að Feysó hefur verið tekið niður í varnarsvæðinu Hafnarfjarðar eða í miðjunni, já. Nei, þeir ætla að taka það á offside-punktinum Fjölnismegin. Það halda það ætti að vera hinum megin. Offside þá vegna sendingar. En ég ekki 100% að því, dómararnir ráða í svona atvikum. Hugsa ég. Ég er ekki 100% að því. Nú stillum við upp eins og enn 52 sekúndur eftir af þessu powerplay og það er Fjölnir sem vinna bökkinn hérna. Jan með hann í varnarsvæðinu. Sendir hann niður og Viggo ætlar að taka því rólega. Martin tekur á mótunum, skautar með hann upp. Drápar hann niður og Viggo. Tekur múfið, fer með hann inn, finnur Martin á bláu. Niður á Viktor, niður á Viggo. Aftur í gegn á Martin. Ætlar að feika skotið þarna en Viggo reyna að finna sendingunum tilbaka en skoppar aftur upp og yfir á Martin. Viktor sendir hann niður á Viggo með skot. Nei, sendingin inn og Úlfar rétt missir af markinu. Powerplayið að renna út. 5 á 5 spil. Martin hérna hliðarveggnum setur hann niður og Radek tekur á mótunum. Andri á blái. Pókaður út bökkurinn. Andri á fleygiferðinni en svo er líka þarna dettur heldur fyrir pökkinn. Andri næra skota hann þarna framhjá. Það er Freyr sem tekur á mótunum, já, en með Egil í sér. Og Egil vinnur hann strax tilbaka. Hérna bláu og Hector vinnur hann út og kemur á fleygiferðinni. Pökknum hent hérna upp, Egil tekur á mótunum, sendir hann inn í miðjuna á Jertsi en Jertsi skýtur hann framhjá. Viktor reyna að vinna pökkinn þarna, gengur ekki vel. Henda pökkinn þarna á milli sín, Ævar á blálinni, setur hann niður á Egil. En Viktor flottur þarna í bakkanum. Ævar samt á miðjunni, setur hann á markið en rétt framhjá. Hector aftur með hann. Ætlar að reyna að finna Viktor, Viktor ekki tilbúinn.
Freyr, reyna að ná honum út. Hróar á markinu, sterkur, vinnur hann og pökk og allar aftur. Viktor ekki tilbúinn fyrir sendinguna. Ævar hann búinn að missa killurinn sinna þegar Fjölnir vinna hann út. Gummi nær í þennan pökk. Hafnarfjörður með uppspili. Reyna að finna þessa sendingu en hún kemur ekki. Hróar hérna og líka minnum. Ekki nema vekkur hérna. Hún vinnur satt pökkinn tilbaka, reynir að finna hann á markið. Viktor Jans setur hann framhjá. Baku sig á Hróar. Eftir á Viktor. Mér á Hróar. Aftur á Viktor. Viktor alltaf skautar hann sjálfur. Setur hann djúpt. Radek ætlar að taka á mótunum. Reynir að finna einhverju sendingu. Það er bara Viktor sem tekur á móti. Setur hann á Radek og Radek ætlar að frysta. Ennþá 0-0 leikur. 6 mínútur og 21 sekúnda eftir af fyrstu periódu. Og það er Fjölnir sem vinnur face-offið og Hilmar ætlar að taka strax skoti. Reynir að finna einhvern fyrir aftur sig. Andri nær að komast niður hana í hann fyrst og Falur tekur hans stað. Fær sendinguna. Setur hann djúpt. Hafnarfjörður vinnur hann þarna. Nei, Leriton sterkur á því og vinnur hann tilbaka. Andri þarna á hliðarvegnum. Hann er Fal. Reyna að finna sendinguna tilbaka en ítt í baki á honum. Rosalegu pirringur þarna. Björn. Björn fer í boxið þetta. Og Björn fær 5 mínútur fyrir checking to the head. Það er Sturta á Björn. Fimm plús 2 og Björn fer í Sturtu. Það mun ekki sjást meira í þessum leik en við höldum áfram. Fjölnir fær 5 mínútur í powerplay og það er leikmaður númer 16 Kristján Gunnlaugsson sem ætlar að sitja í boxinu fyrir Björn í 5 mínútur. Og Fjölnir vinna hérna face-offið þar aftur fyrsta powerplay línan og Martin reynir að halda honum inni, hann skoppar þarna út. Viktor fær hann hérna á hinni bláu línunni, setur hann á Martin, skautar hann sjálfur minn. Finnur Úlfar, ætlar að reyna að búa til eitthvað spil. Martin. Það leiðir á Viktor, Viggo segi ég, hann sendur upp á Viktor, aftur niður á Martin, alla leiðir á Viggo, reynir að finna miðjuna en réttir með sér af því og setur bökkinn djúpt.
Fjölnir að taka því rólega í uppfyllinu sinu. Andri droppa honum hérna að Fal. Þeir eru komin með aðra línuna sína hérna inn á Falur. Niður, ætlar að reyna að finna eitthvað en alveg fastur hana. Næst síðan sendinguna upp á Andra, yfir á Don. Reynir að finna sendinguna inn. Falur upp á Andra aftur. Aftur, niður, aftur upp. Andri næri ekki að taka eins vel mót á þessum og setja hann djúpt. Hector flottur hana, tekur á mótunum, finnur Fal, finnur Andra aftur. Aftur niður á Fal, Falur með skotið, skoppar af, Don. Tekur sem tíma. Hilmar ætlar að reyna að taka skotið en Pökkur skoppar lengst út. Fyrsta powerplay lína, Fjölnis komin aftur inn á. Og það Hafnarfjörður sem vinnur þetta en Fjölnir vinnur hann strax tilbaka. Viktor setur hann niður á Martin. Niðurinn á Viggo, Viggo skoppar af hann. Og síðan Viktor með skotið. Hótar að taka það aftur en gera það ekki og Viggo rétt svo yfir. Niður á Martin. Viggo. Viktor ætlar að reyna að setja hann hérna inn í markið. Það gengur ekki. Hafnarfjörður. Taka sem tími í þetta. Ætla að eyða þessum 5 mínútum. En Viktor nær að stoppa hann á bláu. Ekki taka Hafnarfjörður hann. Hann ætlar að skauta Jerpsi hérna. Kominn alla leiðina niður og Martin tekur undan um líkamann og fær hann af þessu plekki. En Hafnarfjörður halda áfram. Dómur á Viktor Örn. Tvær mínútur fyrir hooking. Þannig að það verður 4-4 spil í 2 mínútur og síðan fá Fjölnir aftur 22 sekúndur. Powerplay. Hafa ekki náð að nýta sér powerplayið ennþá. Hafa þó verið með nokkra sjensa. Fjölnir vinnur þessu við og Andri hérna tekur eitt snú fyrir bak markið. Falur kominn á fleygiferðina. Finnur Don. Ætlar að taka skotið og skoppar af Radek og upp í netið. Yfir á Andra. Andri taka skotið, Radek með það. Lerton. Falur með gott skot hana. Jón niður á Fal. Kemur svo fram frá fyrsta manninu, setur hann yfir á Jón. Jón yfir alla leiðina á Andra. Skotið kemur Radek, grípur hann. Flott varsla þarna. Radek. Viggo vinnur þetta face-off vel. Viktor hérna á blálinni. Sendar niður á Martin, aftur niður á Viktor. Reynir að finna sendingunni inn en hún kemur ekki. Viktor á Andra, yfir á Martin. Það tekur skotið og Viggo næstu búinn að færa hann inn. En Viktor á hliðarveggnum missir hann og
Martin kominn í vörnina og Nikita með góða vörslu þarna frá skotinu frá Jerzy. Viktor setur hann niður á Martin. Það taka þetta hægt. ...30 sekundur í að Fjölnir fær þetta 22 sekundna powerplay. Martin hérna tekur skotið og skoppar úr samskeytunum og út. Þá Hafnarfjörður að snúa vörn í sókn. Það Jón hérna bak við markið. Það þessi sending ekki nógu vel og Hafnarfjörður með hann inn á bláu. Það reyna fyrir sendingunni en Martin flottur með killuna fyrir. Viktor þá kominn aftur inn á. Fá hérna 15 sekundur af þessu manni fleiri. Það bara liðið nú þegar Kristján að fara að koma aftur inn á. Þetta ekki 5 menn, nei. Dómarar meta sem ekki. Kristján kominn inn á. Viktor setur hann hérna yfir á Leridon. Það skautunum við, 40 sekundur eftir að leiklutunum. Falur finnur við Andri misskotið og Radek nær að verða þetta. Viktor hérna þarf að reyna að finna skotið en það gengur ekki. Jerzy hérna með pökkinn, finnur mannin hérna. Hann kominn á fulla ferðina. Nikita nær að póka hann í burtu 20 sekundur eftir. Og Leridon kominn á ferðina, lítill tími. Setur hann í gegnum klófið á sér, finnur hann bara fyrir fram á markið en Radek með hann. Vinnan hérna á hliðarveggnum, Falur með hann á bláu, tekur skotið og Radek grípur hann 2 sekundur eftir. Ég myndi vera svona lítill krakki, ég var ógeðslega klár. Við myndum svona að segja við hver er góður vinur? 2 sekundur, 0-0. Fjölnir vilja fá mark hérna, þótt að sýnist vera ekki hægt og það svo sannlega ekki. Góður leikluti, mjög aggressífur frá báðum liðum, alveg rosalega, gríðarlega, já, 15 mínútur í næsta. Kom með Zamboni með. Í seinna leikhlé verður parkjarkast til styrktar íslenska kvennalandsliðinu og fyrstu 3 verðlaunin áskort hjá Fjölnir.
Vinningar í parkekastinu eru meðal annars fyrsta sæti og bros frá örkenni, áskort hjá Björni, gjafabréf Fílu og Ókki, gjöf frá Eva, 90 mínútur gjafabréf Skóp, lítill grænilegur í ísbúi Lögum. Annað sæti fær bros frá Ölgerði, áskort frá Fjölni, 90 mínútur gjafabréf Skóp, gjöf frá Eva og lítill grænilegur. Í þriðja sæti er bros frá Ölgerðinni, áskort frá Fjölni, gjafabréf Fílu og Ókki og lítill grænilegur. Endilega nægilegur í parki.
Áfyrir þetta alltaf koma aftur hérna í aðra píríódana. Fyrsta byrjur á þetta fór þannig að það var ekkert mark skorað. SFH nældu sér þó í einn sturtudóm, þannig að það er þá leikmaður númer 21, Björn Sigurðsson, sem er ekki að fara að sjást meira í þessum leik. Bæði liðið fara að byrja hérna 5 á móti 5 í þessum leikluta. Búist bara við skemmtilegum leikluta. Það er Hafnarfjörður sem vinnur þetta fyrsta face-off hérna. Og taka því rólega. Finna góða sendingu, að gera það ekki. Bökkurinn skopar hérna framhjá og Viggo ætlar að vera fyrstur í hann. Finnur Jón. Sendur hann síðan upp hérna á Úlfar. Martin tekur síðan á mótorum hins vegar. Reynir skautunum hérna upp og tekur skotið bara strax. Setjast að lendi í hausnum hana hjá Radek. Hafnarfjörður er kominn alla leiðina yfir og Viktor ætlar að vera fyrstur pressuna. Pökkurinn endar hérna framhjá. Fer hann. En áfram heldur Hafnarfjörður ná að vinna þennan tilbaka. Egill hérna baka markið, tekur skotið og Nikita verða. Og Viktor Örn setur hann í gegnum klofa á honum og út. Gabriel hérna setur hann niður og skoppar hérna á veggnum. Jón ætlar að reyna að ná honum út en hann er fangaður inni. Heiðar nær að halda honum. Jón tekur hérna á sig eitt hitt og nær samt að koma honum upp á Viggo sem finnur löngu sendinguna yfir á Leiridón en Gabriel er hérna á milli. En Viktor Örn er kominn alla leiðina djúpt niður í svæðið. Finnur sendinguna upp á Fal. Skiptir við hann. Sendur á Hilmar. Sendur á Andra. Yfir á Viktor sem tekur skotið en skoppar hann af og fer framhjá. Breitinn finnur löngu sendingana yfir. Viktor nær að pókunum út og Leiridón er kominn á fleygiferðina en þar er Breitinn með honum og nær pókunum fyrst. Ætlar að skauta honum sjálfur hérna, eitthvað aðeins, kemur honum framhjá. Úr á Hilmar Einar en það fer ekki mikið lengra. Falur, bakum marki. Og Frey. Setur hann djúpt. En er það ekki Andri sem er fyrstur hana? Ég veit það ekki, þetta er allavega ekki icing. Freyr er hérna kominn á hnén. Viktor finnur Sölva hérna inn í svæði. Setur hann alla leiðina yfir. Freyr tekur á móti. Viktor tekur skotið og Radek með hann. Hektor. Reytir nær pöknum hann af honum. Byrjar uppspilið. Einar. Tekur hann hérna. Setur hann bara djúpt. Viktor ætlar að reyna að fara í hann en ekkert nema battið þarna. Andri róar þetta aðeins niður. Jertsi er að íhuga málið hvort hann eigi að pressa eða ekki en ákveður að standa kjur. Nei, fer í pressuna endarum og pökkurinn endar hann á Gumma sem að kasta hann upp í loftið og djúpt bara, heldur hann áfram. Ekkert icing og Drú tekur á mótorum hann að reyna að finna einhverju sendingu inn en gengur ekki. Egill. Gummi aftur, niður á Viktor. Hérna, Drú nær ekki á þennan, þannig það er icing. Hafnarfjörður vinnur þetta og Ævar tekur strax skotið en Nikita nær að verja hann og vinnur skiptingu fyrir sitt lið. Heiðar vinnur þetta
face-off og Gabriel tekur strax skotið aftur Nikita með hann. Ævar þarna niður í horninu, Viggo með pressuna í honum og Jón sömuleiðis og Jón fellir hann þarna en Heiðar nær að vinna puckinn úr því. Þarna fyrir með hann. Samt með hann löngur sem einhvern upp á bláu, skotið kemur, skoppar á púðunum við Nikita og upp á Viggo. Tekur hann niður upp á Úlfar. Martin kominn allt og snemma inn þarna en Úlfar tekur snildar múf þarna, snýr af sér fyrsta mann og kemur pucknum inn. Viktor ætlar að reyna að taka á móti þessum en skoppar hann af skautunum hans. Martin nær að setja puckinn djúpt og kemur strax í skiptingu. Steinar hérna nær ekki að taka á móti þessum og Andri skautar hann niður eftir honum og það er æsing. Fjölnir vinnur face-off við Leridón hérna á bláu línunni. Reyna að finna eitthvað en Andri er með hann og puckinn endar úti. Viktor þarna finnur Fal að reyna að koma puckinn inn, það gengur ekki. Falur endar og setur hann djúpt. Gabriel ætlar að reyna að taka á móti honum en Leridón er komin í hann. Einar setur hann alla leiðin yfir. Puckinn endar á Nikita þannig það er ekkert æsing. Viktor hérna setur hann á Andri heldur áfram og Falur endar með puckinn, setur hann síðan djúpt og Hjalti hérna reynir að fara í checkið en dettur sjálfur. Puckinn komið djúpt. Hjalti sendar hann hérna yfir á Edgar. Hann ætla að byrja upplöfið og Jertsi tekur inn á mótunum. Það er að reyna að finna Falur puckinn en fyrir gegn klóið honum en nær rétt svo að breyta stefnunni á þessum pekki og Freyr vinnur hann eða hvað, já, gerir það, nær hann út og Hjalti ætlar að vera fyrstur að taka á móti. Breyten skautar hann hérna við, setur hann í baktan, reynir að finna eitthvað, finnur sér sjálfan. Viktor er kominn í pressuna. Finnur Freyr reynir að chipa honum út og gerir það endanum. Sölvi er kominn á flegi fyrir hann að Breyten er á mótunum. 50-50. Interference dæmt á Heiðar. Fúlt 2 mínútur sem að Fjölnir frá í powerplayið. En ekki komið mark í þessum leik. Fjölnir geta breytt í núna í þessu powerplay. Viggo vinnur puckinn. Taka í rólega. Martin hérna upp á Viktor. Niður á Viggo. Og Viktor aftur á Viggo. Viggo kemur hann inn, tekur skotið. Radek ver hann en Úlfar næstu með að setja hann framhjá hann. Markið kemur ekki. Radek flottur á honum og næra fyrsta puckinn. Viktor rétt missir puckinn hann út eftir þetta face-off. Heldur samt ennþá pucknum fyrir sitt lið. Ætlar að skauta hann hérna alla leiðina. Reynir að koma dýpra en Breyten. Stoppar það og setur hann alla leiðina tilbaka. Nikita tekur á móti. Það er Viggo sem ætlar að byrja uppspilið. Jertsi í pressunni. Finnur samt sendinguna yfir á Martin sem skautar hann inn og ætlar. Fer bara fram í þessu, Kilur setur hann á markið og Hector næstu með hann, finnur markið aftur en Radek
Mjög sterkur þarna. Það er að verja. Mínúta eftir að þessu powerplayi og Björnin ætlar að fá aðra línuna sína inn á. Það er Don sem skautar honum hérna, fleygi ferðinni. Kemst í gegnum á alla og snýr sig við, finnur fall, aftur niður á Don. Þú gast það þarna. Þú er bara að vera lifandi í þessu. Andri með skotið og Radek verða 36 sekundur eftir af powerplayinu. Björnir ætla að halda þessari línu inn á. Þá önnur powerplay línu. Þetta vera ekki, þú veist, það er svona my artistic choice. My artistic choice. Nei, nú byrjar my artistic choice. Þarna fyrir vinnur þetta face-off og ætla að spila hún strax upp. Það er eiginlega um tíma en það gætu verið mistök hérna. Leridon vinnur hann puck. Hilmar kominn inn, finnur sendinguna yfir á Fall, Falur. Það er að koma pucknum á markið og hann skópar hann framhjá. Hann fór ekki inn en þetta var sko nálægt því. Skópar hann upp, Leridon upp. Var þetta ekki Edgar þarna sem nær að hreinsa þetta út eða hvort það hafi verið Taylor? Ég er ekki viss. Falur vinnur face-offið, Hilmar setur hann strax upp á Andra yfir á Leridon, 10 sekundur eftir af powerplayinu. Leridon finnur Hilmar. Andri, Hilmar. Leridon. Hilmar kominn aftur inn á. Leridon. Reynir að finna eitthvað en það gengur ekki. Hilmar hérna er kominn tilbaka og nær þessum pekki. Falur. Þetta kom í skiptingu og Hilmar ætlar að spila honum hérna upp. Andri. Skautar hann kringum markið. Finnur hérna Leridon. Feikar skotið. Heldur bláa línu. Græfur pucknum inn, setur hann á markið en skopar framhjá. Ævar finnur Heiðar. Heiðar kominn á fulla ferðina og Andri rétt missir á þessum líkama hana. Heiðar ennþá með puckinn, finnur mannin á bláa línu, reynir skotið og Gummi nær að blokka hann út. Gabriel. Edgar. Ég vil að hann tala inn. Og hún var sterkur þarna, nær að vinna puckinn. Er það ekki? Nei. Ekki alveg. Hvernig kemur hann yfir? Sem ekki kemur inn og þeir eru ekki alveg hann á markið. Edgar hann finnur puckinn á markið. Jertsi kominn í pressuna en það er ekki að setja hann inn. Edgar aftur á blálínni, reynir að finna eitthvað sendingu en það er Martin sem tekur á móti honum. Setja hann á Viktor. Það er að finna löngu sendinguna hérna upp á Viktor sem tekur vissulega á móti honum þótt að hann vildi að gera það öðruvísi. Finnur samt Martin og setur hann djúpt í Fippo. Hraður kemur aftur í pressuna, reynir að vinna hann baka en 2 á móti 1 og nær því ekki. Breiten. Og svo er ég með... Skautar hann hérna upp. Reynir að finna sendinguna en gengur ekki. Viktor hérna chippar hann framhjá og Falur ætlar að reyna að koma honum út. Leridon finnur Martin. Tekur skotið en Breiten setur hann inn bakkan. Tekur annað skot, setur hann yfir. Viktor setur hann djúpt. Breiten ætlar að fá löngu sendinguna yfir á Einar. Nei, það gengur ekki. Hún kemur ekki en Jertsi nær honum. Falur kemur tilbaka. Leridon reynir að finna sendingunni inn en hann feldur hérna, dettur í ísinn. Heldur hausinn en Breiten er kominn á fulla ferð. Tekur skotið á markið Nikita, setur hann framhjá. Puckinn er stoppað. Breiten ætlar að reyna að þvælast eitthvað fyrir en Viktor segir nei og ýtir hann frá. Leridon aftur kominn á fætur. Ætlar
ætlar að fara strax í einhvern byrring. Eitthvað ósættur með Steinar. Falur og Gullu ræða málin en ekkert verður gert í því. Ég nefndi því. Já, svo fór ég í fókus, það Gullu ætlar ekkert að gera. Jú, víst. Ég fór í fókus, ég veit hvað ég gerir. Eftir þetta ætla ég aftur að fara í... Fjölnir vinna face-offið hérna, Viktor bak við markið. Missir puckinn af hættulega en Heiðar dettur hérna yfir hann. Sölvi hérna reynir að finna sendingina á Frey en Pétur fyrir hann nær pucknum af honum. Ævar hérna á bláulínu en missir á honum og Jón nær honum. Ævar dettur og Jón setur hann bara eitthvert. Heiðar finnur þessu fallegu sendingu þarna á Pétur. Jón. Hektor ætlar að taka báða mennina í einu. Gerir það og vinnur puckinn fyrir Viktor. Glæsilega gert þarna. Freyr ætlar bara að setja hann alla leiðir. Sölvi nær að komast framhjá þarna. Er fyrstur í puckinn, vinnur hann. Viggo. Nei, þetta er Gummi. Drú setur hann þarna alla leiðina niður. Puckur chippa alla leiðina hérna og Ævar er kominn. Einn á móti markið og setur hann inn. Nikita nær ekki að verða þetta. Ævar setur hann aftur í netið og fyrsta markið skorað. Hafnarfjörður 1-0. Viggo vinnur hennar puck. Hróar yfir á Viktor. Viktor yfir á Úlfar. Skautar hann hérna inn. Úlfar ætlar að reyna að finna þessi sendingu upp á Viggo en það gengur ekki. Andri kemur hún djúpt. Viktor finnur líkamann þarna á Einar og stoppar þetta. Hróar nær pucknum þarna framhjá en Gabriel er kominn og Viggo sterkur í vörninni og vinnur puckinn tilbaka. Ætlar að koma hérna á alla leiðina og Radek bara skallar hann upp. Leirton tekur skotið og Radek með hann. Ævar sendur hann upp á Heiðar setur hann síðan aftur inn, skoppar eitthvað á honum. Ævar er kominn á ferðina enn og aftur. Kemur hérna bara í gegnum alla en dettur síðan að lokum og missir þetta. Ævar reynir aftur að finna puckinn en hendur Jón hann í battan. Pétur setur hann í hérna og skotið kemur en gott blokk hann hjá Sölva. Viktor finnur sendingur hérna upp á Leirton en hann er ekki að taka á móti honum. Breiten hins vegar kemur hann hérna upp á Heiðar. Heiðar ætlar að skauta hann sjálfur og Viktor er kominn í hann. Jón setur hann niður. Hilmar ætlar að reyna að taka á móti honum en nær því ekki. Viktor setur hann upp á Leirton sem lætur hann fara fram hjá sér og Taylor vinnur hann þarna. Jón setur hann upp á Leirton. Leirton
Kemur hann inn framhjá fyrsta en Taylor sterkur hann. Nú er Jertsi. Finnur hérna miðin á tekur skotið. Taylor á blálinni, tekur skotið. Nikita með hann endar inni. Var þetta Egill sem kláraði þetta? Var þetta Nikita? Hendur hann manna inn. Ég er ekki viss. Hafnarfjörður er svo sannarlega búinn að taka þessar seinustu 5 mínútur og bara rústa þeim. Vilja reyna að halda þessu áfram og koma sterkir inn í þriðju lotu. Það er ekki búið. Fjölnir spilaði hérna þriðju línu sinni og ætla að reyna að koma tilbaka. Steinar. Finnur hérna sendingarna niður á Einar. Finnur sendingur fyrir framan aftur á Steinar en það gengur ekki. Gabriel tekur mótunum hérna í hlutlausa svæðinu. Hérna upp á Steinar. Steinar setur hann djúpt og Einar eldir. Hróar hérna, vinnur pökkinn, sendur hann upp á Freyr. Freyr hendur hann áfram, finnur Hector í miðjunni. Hector tekur næstu í alveg rosalegt múf þarna en það gengur ekki. Heiðar snýr af sér 2 menn í einu. Spilar hann síðan inn, kemur hérna inn í miðjuna. Reynar að halda áfram en það gengur ekki. Sölvi. Reynir að koma inn á því. Það gengur ekki heldur en Hector. Það er að vinna hann hérna. Tekur hann hægt inn, kemur í skiptingu. Setur hann alla leið niður og Gabriel tekur á mótunum hérna niður í varnarsveit þeirra. Sendir yfir á Edgar. Edgar ætlar að byrja uppspilið með því að senda hann yfir á Gabriel. Setur hann djúpt. Nikita flottur hérna nær að taka á móti þessum. Viktor byrjar að spila upp. Martin tekur á móti. Setur hann djúpt og það er Radek tekur á mótunum þarna. Og haustur og er það icing. 4 mínútur og 8 sekúndur eftir af þessum leikhluta. Fyrir SFH. Það er Hafnarfjörður sem vinna face-offið. En Martin og hans lína eru sterkir reyna að vinna tilbaka. Er þeir búin að ná því? Nei. Gabriel hérna góður og heldur pökkinn. Viggo ætlar að taka hennar líka en það gerir ekkert fyrir hann því Breiten er komin á ferðina með pökkinn og setur hann djúpt og Jertsi er að elta á eftir. Viktor fer sjálfur. Það er hann að búið til plás. Hljóta hann í gegnum góða á fyrsta og missir hann eftir það. Martin hérna setur hann inn, skoppar hann af húðunni hjá Jertsi og setur hann hættulega þannig fyrir fram marki. Falur með Jertsi eftirdrægi, nær pökknum, kastar hann hérna upp á Andri missir á honum og Gunnlaugur setur hann djúpt. Falur finnur sendinguna hérna upp á Leridon. Leridon er komin inn. Finnur sendinguna yfir á Hilmar. Hilmar með skotið. Radek ver hann en Leridon vinnur hann tilbaka. Andri hérna skautur hann niður, setur hann upp á Hilmar. Hilmar reynir að taka á mótunum en pökknum er kastað út. Leridon byrjar uppspili hér. Reynir að finna eitthvað en fara 3 menn í hann og Andri nær að kasta hann hérna alla leiðina yfir. Fer þó ekki yfir markmannslínuna þannig það er ekkert icing. Viktor hérna baka markið, droppar hann á Andra. Andri sendir löngu sendinguna en Taylor er á milli. Viktor
Hilmar sem reynir að kasta hann minna yfir en Edgar tekur á móti. Pressan er gríðarleg þarna. Viktor með stórt hitt. Það er að taka Edgar úr jafnvægi en Radek nærar hann að fyrsta pökkinn. Hafnarfjörður vinna face-offið. Gabriel hérna baka markið, setur hann niður. Viktor tekur á móti hann og setur hann djúpt. Edgar og Hector tekur líkamann sterkt. Hector reynir síðan að koma honum á markið og Edgar tekur Sölva niður á móti og Radek fristir pökkinn þarna. Tveir stórir líkamar í röð. Viggo vinnur face-offið Úlfar með skotið en það var of fljótt þarna hjá Viggo. Tímanum verður haldið 2 sekúndur, sýnist mér. Eða eitthvað af þeim. Viggo vinnur þetta face-off. Viktor setur hann hérna niður en enginn þar nema bara Edgar sem tekur á móti honum. Viggo nálægt í að vinna alls baka. Þóttur endar þarna út af. Edgar reyndar að chippa honum þarna út. Endar út af. Fjölnir vinna að face-offið aftur. Viktor hérna meðan sendir hann niður og Úlfar tekur eitt snú en missir síðan pökkinn eða hvað. Hörðpressa þarna og já, missir pökkinn en er það ekki Martin sem nær að vinna hann til pakka eða hvað. Breytin hann líka sterkur. Viggo endar með pökkinn út úr þessu en sendir hann bara beint hérna upp á Andra sem er komin síðan á ferðina. Reyna að finna Einar en Hróar með sterkan líka með hann. Andri aftur. Reyna að finna sendingur inn en nær því ekki. Viggo hérna tekur hann upp í horninu. Reynir að finna sendingun upp á Martin en Breytin er fyrir. Breytin setur hann djúpt. Nikita tekur á móti. 40 sekúndur eftir af þessu powerplayi. Viktor. Finnur Viggo aftur á Viktor og Martin setur hann djúpt. Viktor ætlar að taka á móti. Það skoppar hann fyrir framan Lerdon með skotið en það er blokkað. Falur. Hilmar með skotið, skoppar hann yfir. Falur ætlar að halda pressun áfram. Það er að vinna alltaf baka en Andri tekur hann með skot sem Hilmar blokkar. Tíminn að vera búinn. Hilmar tekur skotið en það er blokkað og Hafnarfjörður kemur úr þessar periódu með 2 mörk og setur leikinn í 2-0. Mikið er að rífast hérna. Mörg stór hitt í þessum leikhluta.
Já, máttu kaupa marga sko. Heyrðu, þá erum við að fylgjast með hérna pekkjakastinu. Það er einn þarna, við erum að reyna, markmiðið er að ná pekkinum eins nálagt miðinu og hægt er. Það eru nokkri pekkir hérna eftir, við erum með einn þarna frekar nálagt. Þetta er top 3 sem sagt fá hérna vinning. Og Allra kasta seinstu bekkjunum. sýnist ég sé með þessa 3 hana. Ok, þeir 3 næstu. Eina kilolengt þarna við erum náttúrulega með stysta hana vinalagt. Við erum með, það er þá 2 hana, hvaða pekkir eru þetta? Top 3 pekkirnir eru Sýnist ég, ef ég sé rétt hana niður þá erum við með eitt þrist hana, sýnist mér, ég er ekki 100% á því. Erum við að lesa það upp. Þriðja sæti, númer 82, er Elín. Það er númer 82 í 3. sæti. Annað sæti, númer 25, er Harpa Árnason. 25 í 2. sæti. Númer 7 er Sigga. Og það er númer 7 í 1. sæti. Það er ekkert annað, ég heyrði ekki nöfnin á þessu, ég veit ekki hvert þetta fólk er, en til hamingju þeir sem voru að vinna í pekkjakastinu. Þú sem varst þarna númer 7, til hamingju. En þá fer hitt fjörið að byrja. Við förum inn í 3. perióduna, 2-0. Hafnarfjörður kom sterkur út úr þeirri annari. Náðu 2 mörkum, en það er Fjölnir sem vinna þetta fyrsta face-offi og Egill ætlar að vera samt snöggur að reyna að vinna tilbaka. Allt komið að stað og Edgar hérna á blálinni. Strax búið að taka markmannin út, það er komið biðdómur og pökkurinn næstu þarna inni, en Nikita nær höndin yfir. Tripping á Viktor Örn. Það er sem sagt 2 mínútur og við stillum okkur upp. Aftur nema með 5 á móti 4. En þá ekki búin að fá mark úr powerplay í þessum leik. Erum þá búin að fá nokkuð mörg, aðalega á Fjölnir þá í powerplay, en ekki komið þetta mark. Það er Fjölnir sem vinna þetta og Andri ætlar bara að setja hann alla leiðina strax og Sölvi nær að lyfta kinnina sér síðan. Þannig að hann fer alla leiðina framjá. Eina eðans miklu tíma að geta, en Jetsi ætlar ekki að vera fyrir tíu og ætlar bara að gunna strax upp. Breytin tekur skotið, en það fer lengst framjá og hróar hendur strax aftur alla leiðina yfir. Flott penalty-kill hérna hjá Fjölni. Hector ætlar að fara hérna í pressuna og það er aftur Jetsi sem tekur á móti pekkinum. Sendir hérna upp á Breytin. Ég geri það nú þegar. Ég geri það. Sem í þetta skipti skautur hún niður, finnur Edgar á bláu línunni, tekur skotið og flott hérna hjá prófari Breytin aftur. Oh my god, sláðu! Við fá Edgar yfir
Jertsi með skotið en skopar hann af. Taylor tekur á mótunum, sendur hann upp á Jertsi, setur hann aftur niður. Brayden tekur á móti. Hector þarna í pressunni. Brayden finnur sendinguna upp á Edgar. Edgar aftur með skotið og gegnum trafík en það endur bent á Nikita og Nikita skoppar hann framhjá. Egill þarna í góðri pressu og aftur það Edgar á bláu línunni. Enn og aftur skýtur hann og enn og aftur Nikita með hann. Þetta skipti nær Andrea Tjepunum út 30 sekúndur eftir af powerplayinu. Þeir koma í stóra skiptingu hérna Fjölnir. Það skilur Taylor eftir hérna á bláu línunni, einan eftir. Viktor dettur hérna, reynir að taka líkamann en gengur ekki fyrir hann. Falur. Fer hann upp. Nær ekki að gera þetta. Viktor setur hann hérna út. Það er ekkert dæmt á þetta en bæði liðir fullt skipuð eins og við heyrum hann að. Viktor kominn aftur inn og kemur strax út af við skiptinguna. Ævar reynir að koma fram á dettur aðeins. Missir jafnvægi smá. Gabriel setur hann hérna djúpt og flott blokk hérna hjá Fali. Setur fótinn fyrir þetta. Viktor hann í horninu. Setur hann hérna yfir á Jón. Aftur yfir á Viktor. Taka í rólega. Ná skiptingurum. Kom með fjórðu línuna inn á. Og Gummi er komin á flegi ferðina. Ætlar að reyna að finna ykkur að senda ykkur inn en gengur ekki Jertsi nær hann en dettur strax. Þannig að Viktor er komin aftur bak við markið. Ætlar að byrja uppspilið. Fjölnir ætla að taka sinn tíma. Loksins gera þær eitthvað á Viggo nær honum hérna. Langa sendingi komin, skotið kemur Radek nær að verja hann en Höggrun ennþá laus. Viktor ætlar að reyna að setja hann hérna. Andri er komin á blálínuna, missir af honum og þá er að Jertsi komin á ferðina á móti Viktor Erni. Viktor Örn vinnur pökkinn hérna. Finnur Viggo aftur sem setur hann fljótt yfir á Martin. Og Höggrun laus þarna en það fer ekki inn. Viktor Örn með gullið tækifæri til að minnka markamuninn niður í 1 mark en hittir framhjá og klessir markinu niður. Þurfti ekki mikið að gera heldur en bara pota pökknum inn en setur hann framhjá þarna, hlýtur að vera svekktur. Vinna Fjölnir pökkinn og það strax komið pressan. Leridon setur hann þarna. Falur. Viktor setur hann djúpt niður á Hilmar. Hilmar ætlar að reyna að finna einhvern. Enginn er þar nema Brayden sem tekur á móti honum. Falur komið strax í hann. Leridon á miðjunni á punktum. Reynir að finna skotið en gengur ekki. Ævar kominn hérna áfram. Setur hann djúpt. Skautar á eftir hann. Nær hann tilbaka. Reynir að vinna hann hérna inn. Finnur Brayden. Nei, þetta er Heiðar hana. Ævar. Missir pökkinn hana. Andri. Nær honum tilbaka. Leridon. Yfir á Hilmar. Hilmar tekur skotið og hann endar yfir markinu. Viktor. Hilmar nær ekki að komast út á sónu á réttum tíma þannig að það er offside. Andri rétt sér á honum en ekkert svaðalegt og nær hann strax tilbaka. Tekur sinn tíma, stoppar fyrir að baka markið, ætlar að gera þetta vel. Taka skiptingar. Andri setur hann bara alla leið yfir á æsing.
er Hector sem vinnur þetta face-off en Gunnlaugur er með hann á blálinu. Hann fer inn! Nikita! Rétt missir af honum þarna og skoppar skringilega af honum og inn. 3-0 fyrir Hafnarfirði. Og allt í einu er 0-0 leikur eftir fyrri hálfleik mjög jafn. Komin í bara algjöran stórsigur fyrir Hafnarfjörð en ég ætla ekki að lýsa þessum leik sem búnum en ég hugsa að vonir Fjölnis séu ekki miklar Fjölnismanna hérna í stúkunni. Viggo vinnur vissulega face-offið, sterkt þarna Viktor, sendur hann aftur upp á Viggo, er kominn alla leið í gegn, reynir að finna Úlfar þarna, Viktor nær honum ekki inn, tapar honum en finnur sendinguna yfir á Hróar. Finnur hann aftur upp á Viggo, skautar hann bara sjálfur í gegn, hann ætlar að gera þetta einn, getur það, kominn hérna niður, finnur sendinguna upp á Viktor, tekur skotið og það er búið Steinar hérna í miðjunni á hættulegum staðinn, Hróar er nógu fljótur til að stoppa það, tekur hann óvart feikið og það gengur upp fyrir hann Úlfar með mann í sér og tjekkar hann niður dómaran, spila aðeins fyrir honum, Taylor sterkur og vinnur pökkinn en Hróar sömuleiðis og Falur með honum í því til að vinna tilbaka. Viktor þarna, sendur hann yfir á Hróar, aftur yfir á Viktor. Upp hérna á Falun, skoppar hérna, Hilmar. Reynir að senda hann inn en Edgar nær að stoppa. Setur hann hérna upp, nei. Jertsi kominn á ferðina. Hættulegur leikmaður. Og Hilmar, flottur, stoppar hann. Viktor, bakom marki. Falun hérna. Þessum inn. Fyrir að rólega. Finnur Leirton á leiðinni inn. Andri. Falur. En Pétur vinnur hann. Og það er Jertsi kominn einn á móti marki. Viktor er kominn á flegi ferðina en já, Nikita vera hann. Pétur fær samt pökkinn út og í setur hann hérna áfram. Og Leirton ætlar að skauta á móti. Sendingin kemur hérna upp á Edgar og Pétur reynir að taka á móti, nær snertinguna á bökkinn en missar hann síðan frá sér. Viktor, yfir Jón gefur upp hennan sjens en Hector nær að bjarga því og Nikita með vinna bökkinn tilbaka. Hector skautar í miðjuna, setur hann framhjá en getur ekki klárað þetta mark. Sterkur hérna næra koma þessu pekki frá því að vera æsing. Viktor ekki að búast við því að hann myndi pressa svona hart. Breytin með hann þarna, ætlar að byrja að skauta honum upp. Tekur skotið, setur hann yfir. Hjalti reynir að halda honum inni en pökkinn er rétt svo fer út. Einar. Finnur pökkinn inn. Stórhættuleg séns þarna, Nikita nær að verja hann. Stórhættulegt. Rosalegt fram og tilbaka, það er timeout. Sem að Kyle ætlar að taka. Þjálfari Fjölnis. En leikurinn búinn að vera alveg rosalegur. Þessi, síðan þetta mark kom, þá bara Fjölnir ætla ekki að sleppa takinu á þessu en það er ennþá yfir tími eftir til að jafna en Hafnarfjörður er komið 7 fingur á sigurinn. 11 mínútur og 31 sekúnda eftir.
Seinn maður, Jertsi ekki kominn inn á, er á leiðinni. Ég var smá svona, Það er að taka sín tíma. kameradeild tók yfir. En Fjölnir vinna face-offið, Viggo sterkur þar. Hróar setur hann núna upp á Martin rétt missir á honum annað og Taylor nær taki á pökknum, setur hann upp á Jertsi, skautar hann í gegn. Finnur hérna Egil, skautar hann áfram. Finnur Jertsi með skotið, hann fer fram hjá Leridon. Þannig að finna Viggo setur hann aftur út, bara til að hjálpa pökknum en halda pökknum hann að Leridon. Skautar hann inn, reynir fyrir Viggo, setur hann á markið en We annoyed our mom so much. Radek nær að halda þessu pínu pirringur hann í Leridon. Ítir aðeins í Gunnlaug. Númer 61. Ég ætla að fara Aftur vinna Fjölnir þetta face-off. þennan Það er Viktor með hann á blálínni, setur hann inn á Hilmar tekur skotið og skoppar hann af, pökkurinn ennþá laus fyrir framann, Hector með hann, vinnur hann, setur hann aftur upp á Viktor, yfir á Viktor, tekur skotið og hann fer í gegnum hanskan hans, hann missir hann, Hilmar vinnur hann tilbaka, allir búin að hættir en Radek missir hann pökkinn, Ævar, ætlar að reyna að setja hann út, Falur, tekur á móti, yfir á Viktor. Og þarna kemur seint hitt frá Ævari. Þetta var hella sætt. Edgar í horninu. Þessu Falur, Sölvi flottur, nær að stoppa þetta en setja hann aftur djúpt og Hafnarfjörður er aftur komin í það. Svona skotið kemur og Nikita ver þetta en pökkurinn er þá laus, setur hann fram hjá. Eftir Einar þarna sterkur en Úlfar kominn á ferðina. Það skauta pökkinn inn á djúpt. Breiten er sterkur en Úlli ennþá meðan Úlli setur hann inn upp en ekki gengur Sölvi upp á Jón með skotið. Skoppar hérna Hróar. Tekur líka mann, vel gert þarna Hróari. Viggo. Nú Sölvi. Næstu búinn að setja hann annað yfir á Viggo. Inn. Verður hann. Pökkinn fyrir djúpt. Viggo reynir að vinna hann af. Sé ekki hvernig þetta er hann hinn. Breiten. Sé fyrir að vinna alla leiðina yfir. Jertsi ætlar að reyna að vera fyrstur en Jón tekur það ekki til máls. Æsing. 9 mínútur og 4 sekundur eftir. Fjölnir er ekki búinn að sleppa takinu. Það skal ég segja ykkur. Það er þeir vilja þennan sigur. Þeir eru að berjast fyrir honum. Sýnist vera í þessum tæmáti hafa verið smá línubreitingar. Þetta er orðið þá önnur línan hérna og Hector er komin í staðinn fyrir Leridon sem fór þá upp í fyrstu línu í staðinn fyrir Úlfar sem fór niður í þriði. Þetta var bara svona þriggja leiða rótering en Hafnarfjörður er komin inn á fleyðferðina. Falur nær að stoppa þetta. Finnur hérna Hector sem ætlar að reyna að ná honum út en Egill er sterkur á blálínni. Heldur honum inni. Þá eru Hafnarfjörður í pressunni. Innan henni á markið Nikita, Veran, Andri. Skotar hann inn upp. Finnur Hilmar. Andra. Skotið kemur en skoppar hann hættulega. Radek snilldar markmaður og grípur hann strax þennan pökk. Þriðja lína komin inn á, já eins og ég sagði þá er búið að vera þriggja manna skipting í rauninni. Það var bara róterað 3 mönnum. Úlfari, Leridon og þeirri. En það er Fjölnir sem er að vinna þessa face-off hérna. Úlli í miðjunni tekur skotið en skottar hann undir Taylor. Það er eina fyrir sem ekki upp.
Viktor sterka killu þarna í miðjunni, Heiðar er kominn hérna í gegn, finnur Pétur, setur á marki Heiðar, nær ekki að setja hann lengra inn. Sölvi í höfninni. Vísir til smá plás, finnur sér tíma. Viggo. Skotir með það upp. Reynir að finna Martin, það gengur ekki. Æsing. Martin nær ekki að setja killuna á þennan puck, þannig við förum í æsing og tíminn tifar niður og ennþá kemur ekki marki frá Fjölni. Og bara núna á þessu seinustu mínútu myndi ég segja að líklega að það komi annað hjá Hafnarfirði. En Viggo enn og aftur nær að vinna feysu við Viktor. Setur hann inn á því. Steinar í miðjunni og setur hann á Leridon. Ætlar að skauta hann inn en það gengur ekki. Steinar með hann. Puckurinn er laus. Viggo með hann, reynir að setja hann inn. Radek ver hann á puckurinn. Það er risaslagsmál þarna að allir ýta í alla. Ekki viss hvað gerist þarna, hvort hann puckurinn var laus eða ekki eða hvert hann fór. Eitthvað fór hann og já, mér sýnist þetta að vera Radek með hann í hanskapnum. Dómarinn ætlar að ræða þetta, hvort að eiga að senda einhverja boxið fyrir þessi slagsmál. Fjölnir væri ekki á móti því að fá einn Hafnarfjarðarleikmann í boxið en ég tel að nú líklegra að það verði þá Viggo. Ef mér sýndir þess að rétt en ég er ekki 100% á því, ég veit það ekki en ég hugsa að það verði engin dómur dæmdur. Bæði lið tóku þátt í þessu. Já. Ég veit ekki hvernig dómarinn er. Hvað er verið að dæma þarna? Svo ógeðslega boring þegar maður er inni í þessu. Víti. Dæmt. Skærblað steinn á bekknum hver á að taka og það verður Viggo. Núna þurfa Fjölnir mark. Viggo Hlynsson, nummer 21. Og það er ekki mark. Radek ver þetta. Ennþá staðan 3-0, 7 mínútur og 17 sekúndur eftir. Viktor hérna tekur líkamann Hafnarfjörður en ennþá með hann, reyna að vinna hann hérna út og það er Viktor. Missir hann en tekur hann í klóða sér. Falur. Sterkur en Edgar sterkari. Hafnarfjörður vinnur puckinn. Finna löngu sendinguna, já Egill. Nærum hann en Viktor ætlar að taka líkamann og gerir það, vinnur puckinn tilbaka. Finnur Hector á bláðlínunni. Setur hann aftur á Viktor. Skautar hérna framhjá, tekur skoti og Radek með hann en skopar laus. Hróar setur hann djúpt, Hilmar tekur á móti. Setur hann aftur upp, Hróar tekur aftur á móti. Jertsi er kominn á flegi ferðina, nær framhjá öllum en Jóna er að stoppa hann hana. Freyr, skautar hann minn, reynir að finna Sölva. Finnur Breytin í staðinn, Jón hana.
Sendir hann yfir á Viktor, Viktor á Úlfar, Úlli, kemur Sölva en endar þarna úti. Ævar, komin fleygiferðina. Nei, gerist ekki neitt. Viktor. 5 mínútur og 50 sekúndur eftir. Leridon. Skautar hann minna upp. Viggo passa sig að halda sig úti. Það ekki fá offside þarna. Leridon reynir að finna sendingar hérna og nær því upp á Viktor. Viktor yfir á Andra en ekkert dæmt þarna. Sýndist að vera eins og fyrir hans eitthvað ítt í hann en veit ekki með það, sá það ekki almennilega. Viktor tekur pressuna þetta en það er enda djúpt. Andri dettur við að reyna að ná honum en Leridon fljótur að bregðast við og nær að senda hann hérna niður á Viktor. Þára Martin hérna kominn inn, ætlar að reyna að finna eitthvað en það gengur ekki. Einar reynir að finna Jertsi hérna í miðjunni en gerir ekki. Steinar bakkanum, Martin tekur líka mann. Andri, 5 mínútur eftir. Falur komur á ferðina, skautar hann inn. Tekur fyrsta en nær ekki þessum tveimur röðana. Einar kominn á ferðina með Jertsi með sér. Tekur bara skotið á Nikita. ætlar bara að grípa hann. Fristir það. 4 mínútur og 35 sekúndur eftir. Ennþá er staðan 3-0. Fjölnir ná ekki inn þessu marki. En það Fjölnir sem vinna face-offið enn og aftur. Búin að gera það mikið í þessum leik en sendingin kemur hérna lengst en Sölvi er fyrstur. Tekur skotið, rata ekki með hann. Ennþá halda rifrildin áfram en 16 sekúndur af klukkunni. 4 mínútur og 19 sekúndur eftir. Þarna var þetta nálægt fyrir vinna þetta en ná ekki að setja hann inn. Viktor heldur honum inni þarna og Sölvi reynir að finna sendinguna fyrir Freyr. Setur hann niður á Sölva sem reynir að finna Freyr tilbaka. Það fer ekki en Viktor nær aftur og heldur honum inni og Óli. Og sömuleiðis Viktor Örn. Viggo á Martin. Martin með skotið að Radek grípur hann. Klukkan heldur áfram. Og 3 mínútur og 34 sekúndur eru eftir af þriðja leikhluta. Við erum að detta niður í mark á mínútu fyrir Fjölni. Ekki ógerðanlegt en vissulega ósennilegt. Pétur þarna vinnur hann, reynir að finna niður á Ævar en Ævar er tekið niður þarna. Andri með stórt hitt. Nær að taka niður Martin hérna á blálínni með pökkinn, heldur honum inni. Tekur skotið og Radek grípur hann. Risastórt hitt fyrir Andra. Mjög flott. Nær að halda pökknum inni og gefa fleiri sensa en 20 sekúndur farnar og við stillum aftur upp en núna 3 mínútur og 14 sekúndur eftir. Freynir að senda hann inn hróar en það kemur ekki Andri.
tekur fyrstu mennina. Martin með skoti, Radek Veraðan aftur. Radek er með töluverðri pressu og slagsmál byrjuði hérna, Hjalti og Leridon. Leridon gefst bara upp. Hjalti kominn í boxið. Falur, Heiðar og Egill ætla að tala hérna við Óla, sömuleiðis Viggó. Þrjár mínútur og 2 sekúndur eftir. Við vissum að Fjölnir væri ekki á móti dóm akkurat núna. Þeir eru dottnir í mark á mínútu. Ja, mark á mínútu og nánast sekundu en ekki alveg. Leridón er farinn út af. Greinilega meðst eitthvað við slagsmálin. Hjalti fyrir ekki í boxið. Það er blóð á svellinu. Blóð á svellinu. Nei, Hjalti fyrir ekki í boxið, hann fer í sturtu. Annar sturtudómurinn sem Harma fyrir að næla sér í. Er það ennþá, já, einhver annar í boxið eða persónulegur dómur? Það er ég ekki viss um. Sýnist að vera bara persónulegur dómur og liðið þarf ekki að, liðinu verði ekki refsað fyrir það. Eða hvað, 4 menn inná fyrir Hafnarfjörð. Eins og staðan er núna, en spurning hvort það sé að vera að reyna að finna 5. manninn eða hvort að hann eigi að fara í boxið. Tökum smá pásu vegna blóð á ísnum hana. Þetta er Gummi kominn í boxið og já, það eru 2 dómar, svo sé ekki jöfnunardómur, 4 á 4 verður þá spilað. Það er í boxinu Fjölnismegin er það leikmaður nr. 71, Gummi, og SFH megin er það leikmaður nr. 83 sýnist mér, sem er þá Benedikt. Hvort það sé 5 mínútur eða 2 mínútur er ég ekki viss um. Líklegast 5 mínútur vegna þess að báðir leikmenn fengu sturtudóm. En það eru 5 leikmenn Fjölnis inná. Eru þeir með manni fleiri? Fá þeir auka mannin? Er þetta powerplay eða er þetta þeir að taka Nikita út úr markinu? Nei, þetta lítur út fyrir að vera powerplay en ekkert komið upp á töfluna en það. Er Gummi ennþá í boxinu? Já, hann situr ennþá. Blóðið komið út af en 1 dómur komin upp á töflu fyrir Benedikt hérna 2 mínútur sem hann þarf að sitja inni. Það annar leikmaður í boxið, já.
Það er líka leikmaður númer 16, Kristján Gunnlaugsson. Þarf einnig að vera í boxinu fyrir Hafnarfjörð, þannig það eru þá jöfnunardómur sem þýðir 4-4 eða 5-5 já, 5-5 í þessu tilfelli og annar dómur á Hafnarfjörð, þannig það eru 5-4. Þannig að Fjölnir fá sitt powerplay, þurfa að nýta sér það. Ekki gott að segja hver vinnur þetta face-off puckurinn ennþá þarna í miðjunni og enginn komið með hann. Jú, þarna nær Viktor dífunni, setur hann upp á Viktor. Nikita er komin út af. Viggo komið með næsta manninn á 6-4. Viggo tekur skotið og Úlfar tekur á móti. Puckurinn fer framhjá þarna. Viktor heldur pucknum inni. Finnur Martin. Martin tekur skotið og fer framhjá. Viktor ætlar að vera fyrstur í þetta. Finnur Viggo. Skautar hann við. Úlfar. Martin, þarna. Setur hann inn og með mark! Setur hann upp í hornið! Rategna er ekki að verja þennan. Kristján er komin úr boxinu en ennþá 2 inni. Þrjú 1. Mark á mínútu. 2 marka munur. Nú farið að koma smá spenna í þetta. Hver vinnur face-offið? Það eru Fjölnismenn en sterk pressa hérna hjá Heiðari. Vinnur samt ekki puckinn. Heldur hann þó inni. Andri hérna tekur á mótunum. Spilar hann yfir á Hróar. Upp á Hilmar. Hilmar skautar hann hérna í gegn. Finnur Hektor. Hektor felldur niður hana. Andri setur hann á markið. Falur nær ekki stjórn á pucknum. Hróar eftir markmaðurinn komin út af 6-5. Andri reynir að finna skot á markið. Hektor. Hróar með skotið. Andri. Hilmar. Nei, Viggo nær ekki að halda honum inni. Spila honum út. Hróar. Eftir yfir á Viggo. Spila honum hérna upp og Martin nær að snerta á þessu pekki og er að reyna að vera fyrstur. Nærði ekki en Andri heldur honum inni. Er það ekki? Nei. Gabriel nær honum. Viggo blokkar hann aftur. Offside. Martin ekki nógu fljótur út. Fimmtíu og 9 sekúndur eftir. Fjölnismenn ætla að byrja með 6 menn inn á. Viggo verður að vinna þetta face-off og gerir það beint yfir á Úlfar. Úlfar skautar hann alla leiðin inn, stillir sér upp hann aggressíft í face-offinu og fær það gjalda. Breiten ætlar að skjóta honum út. Gerir það. Viggo! Og Jertsi með skotið. Viktor flottur og nær að blokka þetta verð þarna markið. Úlfar. Drew. Skautar hann hérna áfram. Setur hann inn á. Jertsi með hann. Drew fer í baka honum. Ítur hann niður hann. Drew. Setur hann upp á Viktor. Viktor með skotið. Martin nær ekki að tippa þessum inn. Setur hann hérna upp á Andra. Andri nær ekki þessum pekki. 16 sekúndur eftir. Finnur Viggo á bláulínu. Viggo setur hann inn. Reynir að vinna hann áfram. Það gengur ekki. Gabriel reynir að taka hann Viggo með skoti. Martin. Allar vonir eru úti og Hafnarfjörður vinnur þennan leik 3-1. Þá er sigurganga Fjölnis búinn.
hvað voru það, 5 leikir, 6 leikir 5 leikir held ég sem þau voru búin að vinna í röð en Hafnarfjörður stoppar það og komið með nánast óstöðvandi lið hérna og stefna á háar hæðir þetta nýja lið. Flottur leikur frá báðum liðum, mjög spennandi þarna í endan en tíminn ekki nægur til að jafna. Fjölnir enda á að taka markmanninn út úr markinu í 3 heilar mínútur af leiknum en það var ekki nóg og Hafnarfjörður SFH vinnur þennan leik. Ég segi takk fyrir mig, ég heiti Baldur og já, takk fyrir að horfa.